Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem Starfsmaður Þingflokks, Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin. Já, takk fyrir það. Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn á morgni dags? Viðreisn bara spræka morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og við erum komið mann í Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábæra konu í Múlaþingi og mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og ég bara mjög kátt sko. Já. Og viljið þið í meiri hluta með Sjálfstæðisflokki í Reykjavík? Í Reykjavík, já, ef að okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögðu í meiri hluta með Hildi. Ég held að, ég meina eftir að Sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki fyrir 4 árum sko. Þannig að það er þannig. Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að Sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjáu það að það sé nú betra. Þið og Framsókn saman. Já. Það byrju allt gott fólk sjáu. Að það sé betri meirihluti heldur en Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur. Já. Hvað það góða fólk, hvað það mikill hluti, skiptir það máli eða? Já, það er miskorti. Áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti Reykjavík eða? Nei, ég meina meiri hluti alltaf meiri hluti, skilurðu. Og síðan þeir sem að komast ekki, eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum, það er samt mikilvægt að þeir upplifa það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það gæti orðið erfitt með Sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhverju breytt í því. Já, með miðflokkin inni. Já. Þórður Snær, en Samfylkingin? Já, bara ýmislegt gott, annað síðra. Fleiri sveitarstjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni. Það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri. Bætum töluvert við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun. 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn hefur þetta eftir eyðimerkurgöngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina, að byggja upp flokkastarfið út um allt land og þetta var gott skref í þátt. Ýmsir staðir sem voru væntingar til þess að árangurinn yrði meiri. Reykjavík, Kópavogur, ég reyndar getum alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að það er áþreifanleg valdaþreyta í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar Samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður Samfylkingarinnar og við erum búin að vera með alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeilt bæði skipulagsmálum og þreyta gagnvart loforðum sem hafa verið gefin í hverfi. Ég sjálfur bý hérna í Laugardalnum og þar skynja ég það bara mjög markvisst hjá fólki sem ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það var að fara að kjósa Sjálfstæðisflokkinn út af skóla- og íþróttahúsmálum. Svona dæmi, lítið traust til borgarstjórnar í heild, 13%, sú stofnun sem mælist lægst. Það á ekki að koma neitt rosalega óvart að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma. En þið vildu meira í Kópavogi? Það eru meira í Hafnarfirði. En í Kópavogi eru samt að bæta við 11% stigum. Já, það náttúrulega framboð að fara, bæði Píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósendur þeirra. Já, Samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð, bara frá því hún var stofnuð. Við skulum bara halda því til haga. Það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að sáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það. Þannig að þetta er bara svona, þetta eru sveitarstjórnarkosningar, þetta
þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nærsamfélagið víður land. Það eru stóri sigrar þarna fyrir samfélkinguna í Norður-Þingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með á Ísafirði. Það er svona eitt og annað sem, og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistinn hætti að bjóða þar, mjög góður árangur þar. Þannig að og svo síður í sérstaklega þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfélkinguna fyrir Reykjavík. Nei, ég held að ég bara ég held að þetta blasa alveg við, og þetta er alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að leiða í Reykjavík, og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan. Þannig að borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík, og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga, og þetta var alltaf brekka, það er alveg augljóst, og það er þannig alltaf þegar þú situr lengi að völdum að þeir eru að verja verkið þín, og það voru gera tilraunir í prófkjörunum okkar að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum. Það er líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd, sko. Þannig að ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði áðan, að þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið er það að Sjálfstæðisflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi, þannig að voru búin að vera innan megin þar. Flokkurinn var mjög stór, svipaður að stærð 2014 og 2018, og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirihluta þá, en náði að búa til samstilltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslynda hægri áferð, og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar. Tómas Móki, bara óskaði til hamingju. Ég held að meir bara algjörlega gera það. Og það gerir það. Bara, takk fyrir, og bara sjálfstöðismönnum og konum gervallt Ísland, og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfsögðu Hildi Björnsdóttur sem var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær, Ásdísi. Ég var hrikalega ánægður með að sjá svona þrátt fyrir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum, að Eyþór skyldi nú hafa það, meirihlutann þar og fleiri stöðum. Bara algjörlega stórkostlegt kvöld, gærkvöldi og nótt, sýndi sem það sem allir vita, þrátt fyrir að það sé náttúrulega sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna, og einlægur aðdáandi Gunnars Smára sem maður náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er, og tekst ágætlega. Já, bara mjög gaman, ég hef alltaf gaman. Það er að skilja það, sko. Og Þórður Snær gerir svona kannski eina grein á viku hvað við erum, en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, svo munar, þetta þarf ekkert að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans, og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa. Það eiga yfir 50% af. Þetta eru 42 sveitarstjórnarstiginu. Þeir eru ekki stæðstir á þingi. Það erum við ekki, en stærsta stjórnmálaaflið allan á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, stórkostlegu sigur í Reykjavík, rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna, en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreyta náttúrulega kemur líka út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig, og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hafa gert mikið af því, og á mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að við vorum í ríkisstjórn, það var erfitt, og enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum, og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreyta í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, hann var kosinn aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn á sínum tíma á Sjálfstæðisflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá meirihlutanum í borginni, og bara eðlileg þreyta þar, en ég ætla bara að vera á uppbyggilegum nótum, þetta var ótrúlega gaman í gær, og bara flottir sigrar allt land, og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir Samfylkingarinnar og forsætisráðherra hefur beinst hvað mest. Ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
Finnst ykkur það ekki? Ég- Þér finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ekki eðlilegt. Jú, jú, mér finnst Þú veist, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með Því þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum. Já, en sko... Til þess að þeir náu svona stöðu þá þurfa hinir raunverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilur. En sko, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðapúls. Þá er Samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík söður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, er Samfylkingin, sko, ef ég fæ aðeins að sletta above and beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma eru við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastið, farin að klukka 20%, en svo fyrir Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og, hvað enda þetta, 31,4? Ég heldur að það er nær 15% fyrir 20 þegar það verið að spyrja afstöðu Reykjavíkinga í landsmálunum. Já, fyrirgjöf, það er hárrétt. Afsakið, ég var að tala um Hún er ná tvöfalda hárrétt, hrikalega góð punktur. Ég bara segja, sko, þetta þessar svona þjóðarpúlsinn versus svona borgin, þetta á ákveðin, sko, engan samhljóm. Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum. Nú er það öfugt. Nú er það öfugt og kannski ég held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum þar sem þú varst að klukka hvenær Sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjans í borginni. Ég var að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum þessar sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það er eiginlega allir stórsigrar Sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar Sjálfstæðisflokkurinn er ekki í ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að það var meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við. Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði ekki verið að pæla þessu í svona mynstri sko, en þetta var alveg vel að tóða sko. Já, þetta er reyndar alveg þekkt mynstur bara víða heim að þú kýst ekki, þú ert að reyna, fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valdajafna. Í raun og veru. En Svanborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu. Þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstiginu, Samfylkingin að rjúfa sig út úr Garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, þið að bjóða fram raunverulega víðar heldur en kannski hefði verið ráðlagt. En báður verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi gefa ykkur góða niðurstu í sveitarstjórnarkosningunum og við gömlu menninu voru að segja býtu, það verður kosið í maí, ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún er með núna í október eftir skammir stjórnarandstöðnar við sumar í þinginu, þetta verður ekkert staðan í maí, þvert á móti. Já, ég er bara alls ekki sammálaður. Ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til Alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það er óbúslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilja ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks er á sveitarstjórnarstig og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmiðið. Markmiðið var að sýna fram á hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu. En Þórði var það ríkisstjórnin því að ég sá fyrst og fremst auglýsingar frá Kristrúnu Frostadóttur. Tómas fór yfir það einn á hann að Sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og það er vegna þess að hann er auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann er með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringinn í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum, hefur gert það mjög lengi. Þess vegna er hann með yfir 120 sveitarstjórnarfulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaksa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringinn í kringum landið. Þegar Samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá koðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess
að virkja grassrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitafélum. Og vinna sigra. Það já, ég meni þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegum listum. Ég meina Fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur. Ísafjarðarlistin? Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta. Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, 2/3 af þessu fylgi sem losnar. Já, en þú veist, þetta er allavega bara hugmyndafræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk, að vera með virka starfsemi út allt land. Og það er hugmyndafræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring að hitta þetta fólk og það er auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreina hann sem stjórnmálmann, að hún er alltaf að fara hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það, en þetta er það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður hún var formaður, hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það er ekki nýtt við það. Þú veist, að hún gerir það, en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki, en þetta er það sem flokkurinn er augljóslega að gera, hann er bara að reyna að stækka sig sem stofnun og vera líkari sjálfstæðisflokki og vera með, já, ég meina bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki, að vera ekki, þú veist, bara bundur í höfuðborgarsvæðið, vera með virka grassrót út allt land, svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar, það skiptir bara miklu máli. Ég meina, það gerist það að við fáum, Samfylkingin fær hærra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metlið þegar tóku fram, þegar við vorum að taka saman. Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa, eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði. Þannig að það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarfulltrúa, það er bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi, en það er augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara á tölunum þegar Sjálfstæðisflokkurinn er venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar, það er auðvitað langt í land að ná þeim á þessu leveli. Þú veist, það þarf ekkert að gaslýsa það, skilur. Það er bara þannig, hann er langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf. Þú veist, það er bara þannig, síðasta 2018, það fór inn í 113, það var versta niðurstaðan bara sem Sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað, skilur. Þú veist, þetta er bara, þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna, þá verður að keppa þarna. Þetta er svo valdeflandi sunnudagsmorgun að ég bara hrikalega ánægður með þetta, það er eitt í þessu, öðruvísi sem áður bráði ég ætla að fara að taka undir með Þórði, en ég skil hann og Samfylkinguna bara rosalega vel. Það er búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag. Og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist að þessi nýju öfl Samfylkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu. Af hverju ekki? Þú veist að mælast með einum tímapunkti 30% í landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta? En svo náttúrulega þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hornin og það sem að ég held að Samfylkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er hárið sem að Þórður segir, hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hefur gert mikið af þessu og það er enginn að gagnrýna það, þvert á móti hefur hún gert það stórvel. En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öðru, alveg sama hvort að fólk kjósi Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn, Viðreisn eða listan eða hvað sem að þessi öðruvísi, svona þessi hinframboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi, að segja allt sé ómögulegt. Saman þótt að sé bara pólitísk skot sem er bara mjög eðlileg. Þetta er pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það er bara sést mjög svart og hvítu og ég sér alveg bara á tölunum að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó sést vinstri maður, hægri maður, miðjumaður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig. Þegar forsætisráðherrar röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt, það er bara ekki húmor fyrir þessu. En var hún ekki að selja þeim sína stefnu? Það var tilraunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilagi Ölfusi og Kópavogi. Var sem sagt á gagnrýnin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja Samfylkinguna. Það er mín skýring á þessu og tölunar. Kannski að utanaðkomandi maður megi ekki gagnrýna okkar sveitafélag. Nei, það er alltaf þannig. Þú veist, það við farið landið á ykkar mátulega löngu ævi. Það hefur engin landsbyggðarmaður eða kona húmor fyrir því
og hvað þá þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamæður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir. Þetta nú svona grundvallaratriði. Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið þá held ég að Þórður, held ég að sérta sko í röngum landslutum þegar þú ert að tala landsbyðina vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, verði að segja. Já, stórvel í Ölfusi, alveg. Nei, ég menna að það er 30% í Ölfusi. Já, en sko árásirnar á Sjálfstæðisflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til Sjálfstæðisflokksins. Það að segja meina. Það voru bara 2 flokkar þarna. Það er svo búmerang hjá henni. Sjálfstæðisflokkur fekk 70%. Það er mín skýring, ég er ekki að segja um sér rétt, þetta er mín skýring. Ég vænti þess að það sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gagnrýnt sérstaklega Sjálfstæðisfólki fyrir það að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans, kynna það fyrir utan Jysk í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu sem það var. Já, ok, við verum bara að vera ósammála um það. Það hefur verið stefna samfylkingarinnar árum saman að lögfesta leikskólastíð. Það er kosningaáhersla fyrir síðustu þingkosningar, þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins. Það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar, það var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosningaáherslurnar þar fyrir þingkosningan. Það var valið núna að fara út í Grand, meðal annars til þess að sýna að samfylkingin er ekki einvörðungur Reykjavíkurflokkur. Það er svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðanir á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika að komast í meirihluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún á banka á dyrinn sem hún gerði annars aðra. Það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo er samstarfsmaður minn sem er úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leyti. Þannig að og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst um það hvernig það er að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem er nú bara uppalinn og við búið þarna mjög lengi og alla rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig nærsamfélagið er. Þannig að mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti. Þetta er formaður að styðja flokkins. Það er ekkit flóknara það. En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygi sig eftir sigri en nær honum ekki? Þú verður til að hafa laus við það. Já, það verður en ekki. Guðrún teygði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg. Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi. Hún algjörlega öðruvísi. Já, hún fór hringinn í kringum landið. Hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt í þessari sveitastjórnarkosningum, í þessum. Allan á Vestmannaeyjar þegar bara samgöngur eru þannig og hún afhendir nú öllum kampavínsflösku en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendir nú Eyþóri harðar kampavínsflöskuna þar ég fór nú og var svona að reyna að slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmannin að sjálfsögðu, ég tek undir með því að svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur en að vera eitthvað að blanda sér í þetta en það hefur það svo sem ekkit og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristrún Frostadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég er ekki að gagnrýna það, alls ekki en Guðrún bara leyfði fólkinu, sjálfstæðisfólkinu all land að skína þessar 2 vikur sérstaklega sem að svona hittin og þungin og kastljósið var á sveitarstjórnarstiginu en hún fór vissilega og hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn. Út af Landeyjahöfn? Landeyjahöfn. Það er höfnið sem að silka niður. Það heyrði ekki fyrir Herðu, það var sjálfstæðismaður áðan Árni Helgason sem er dottinn á þing eftir að formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins sagði af sér kemur inn í kragann hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessara kosninga og ekki síst út af vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauð nú bara fram á einum stað í Reykjavík virðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem er höfðumann
þannig að hann verður þetta mjög veikur svona að þessu leiti sem að þið viljið ekki. Já, mér finnst þetta. Já, ég kannast ekki við þetta. Við viljum bara áraða það. Ég hef ekki, eftir því sem að ég best veit, þá minn formaður bara heima í sér að ringja í odditan okkar og... Þannig að þetta verður engin afleiðingar, 17. kosningarnar hafa engar afleiðingar inn í landsmálinu. Nei, það held ég ekki. Þetta er ekki sammála því? Ég held ekki. Hvað segir Saga til sem allt munið? Það er mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað að reyna að halda því fram í náðan að þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko. Þetta hefur engin áhrif. Ég veit ekki hver að það Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern mann haft var þegar kom alveg arfalélegt gengi Framsóknarflokksins eitt árið og Halldór sagði af sér. Og orðin mjög þreyttur í sínu embætti og sömuleyti tók bara tækifærið Þetta var flóttaleið. Til að skipta. Ég meina Viðreisn bætir í heilsinni aðeins við sig. Samfylkingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímusmótorinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð. Þannig að ég svona þáttur að vera að kapna úr þóragliði. Þetta nú bara að taka undir með þeim. Ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta ætti að gera allan í svona hvað ég var að segja, short-terminu sko. Flokkur fólk sem var með tvo? Flokkur fólks bóð fram á einu stað. Bóð fram í Reykjavík. Og mjög seint mjög seint og þú veist það eru þetta með oddvita sem fór í gegnum brókjör hjá okkur þar fyrir utan þannig að þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið vitið við sem minnum í þinginu að þetta er nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum bara saman á hæð þetta er svona dálítið þess að mæta bara sem skrifstofamaður í vinnuna á mótnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það er rosalega mikill samgangur þetta er ekki svo að þetta var áður þegar skrifstofur flokkarna voru dreifð allan Austurvöll og mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er í daglegum steypuferlíkinu daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í Flokki fólksins og ég er nú nokkuð vissum að þeir varu búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hann hafði miklar áhyggjur af sko. Heimir er ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum Já, það fyrir nú kannski, ef það hendar mjög illa þá kannski deyrar. Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, Tómas, eyðileggja ekki fyrir mér aftur, þá er ég að draga úr því að ég er að spyrja svona frá ysta hægrinu. Niðurstöðu kosningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana að það þetta er svona mat á því hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina, hvort að það sé vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig. Að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið, það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að ná því í gegn. Akkurat það vera. Af því að þið hafið veikst við þetta. Að það er flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi. Já, en þetta er náttúrulega líka ákveðið svona PR-plott hjá Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og Framsóknarflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræðu í næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að ýta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki. Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þér. Já, en almenningur var ekkert að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa þjónustu. Mér fannst það aldrei fyndið að þið hlustuð og ég hlustaði alveg ógrinni á einhverju svona oddvita umræðum núna í þessum 17 stundum misáhugaverðar og hluta til hringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitarstjórnarfulltrúana Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara, af hverju er ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna. Sveitarstjórnir eru ekki bara að sækja aðild að Evrópusambandinu? Ég skil tilgátuna sem þú ert að reyna að varpa hérna fram, en mér finnst þú mjög sem ég er að endurtaka. Moggin er svolítið sérstakur í forsetakosningunum þá vildur spila þungunarof. Þannig að Moggi getur svolítið tekið svona skringileg málu. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sumuleyti til þess í Reykjavík var kosningabaráttu ykkar, Framsóknar og Miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veri flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ættum að hegða lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir. Það meina þið værið einhvern veginn málsvarar bara venjulegs fólks á venjulegum bílum sem að varu leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þessi púlsmæling sem að þessar 17 kosningar voru styrkflokkana í samtali við þjóðina
þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel komið í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður? Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona Ég er mjög spenntur. Bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta af þessari marklaða spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta mjög augljóslega Sjálfstæðisflokkin mun sterkari í dag heldur en var í gær. Það segir sig bara sjálft og tölurnar tala sínu máli. En aftur, þú veist, náttúrulega á endanum það síðan þingmennirnir 14, Árni og hinn 13 Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræðu sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndardaga þegar svona, ef að segja, loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti. Sko, svo þú ert svona hérna, eins og ég talaði hérna áðan, mjög duglegur í að skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum. Sko, það hefur enginn talað um að stöðva eitt né neitt. Það er búið að tala um það að breyta spurningunni, við höfum talað um það að fresta, færa þetta aðeins aftar. Annað hefur ekki verið í deiglunni. Hvað gerir svo þegar við komum inn á þing, verður bara að koma í ljós. Ég meina, umræður ekki hafnar, ég meina, það er ekki búið að taka þetta út úr nefnd, það er ekki komið nefndar álit, sko, nú er bara þessi, ég ætla ekki að segja slagur, nú er bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbriða þinglega umræða sem við höfum bara öll hlakkað til. Hún er ekki alltaf heilbrið og þinglega. Þetta ljóma bara mjög vel, ég er bara mjög til í þetta. Já, þú veist, ég meina, þessar fósundur, bara, ég veit ekki. Þá held ég bara við getum bara hlakkað til uppbyggilegar málefnalegar umræðu núna næstu vikur. Svona að minnstakosti frá hendi Sjálfstæðisflokksins. Þetta er ekki endilega reynslana og þinginu. Ég held bara, sko, það er ekki góður bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækjaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað Miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að Miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum, þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem er framöndan næstu vikunar. Þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski dálítið svipari vegferð og Samfylkingin það að styrkja stóðirnar víða land, byggja upp grasrót og tókst það mjög vel. Og mér sýndist nú Sigmund Davíð bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun. Þannig að þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og þeir eru oft með slíkar uppsettingar í kringum allt sem snýr að Evrópu. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig eigi að fara í þessa vegferð, en byrja bara gæfa til þess að skilja það síðan þar eftir og leyfa fólki bara kjósa. Það er ekki þannig. Þeir eru innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvæðagreiðslu og margir Sjálfstæðisflokknum líka. Sjálfstæðisflokkurinn er mjög heiðarlegur með það, sko, og aftur, ég hef ótrúlega gaman að þessari skilgreiningu hér, alltaf, sko, nú ertu búin að gefa þér eitthvað forsendur, Smeð, og nú ertu búin að gefa þér eitthvað gerist. Sjálfstæðisflokkurinn er á móti eingöngu í Evrópusambandið. Það dylst engum. Enda höfum við sagt og allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei, en við ráðum því ekki, því að þannig virkar ekki þingleg meðferð, nákvæmlega. Thomas, það er málið. Ég það sér að segja, þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og við viljum takast á að sjálfsögum hvernig meðferðin á þessu hefur verið hingað til, þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala ofan í það fyrir Guðlu og Þóru og Dilja og sem hafa verið fremst í broti í þessu hingað til, en það breytir því ekki, sko, þessi ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu, sko. Það er þessi kostingar, sko. Ég veit að, en þú veist, ég er bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það, en þetta er meiri hlutin, sko. Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetningunum, það veist mér bara
frábært að þið viljið spyrja eigum að gangi Evrópusambandi já eða nei. Það er alltaf sagt. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi. Það er náttúrulega hægt sko. Það er náttúrulega hægt. Þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko. Þú ferð ekki í einhverja svona samningaviðræður. Þetta verður svona. Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn. Sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo endanum skilur. Þannig virka lýðræðið. Já, en það er bara til að slúta ESB-umræðina, það er bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita. Hvað er ekki inn? Hvað sér þú? Nei, það er bara mjög mikilvægt að við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman. Þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd. Hvenær verður það? Það verður í vikunni. Þannig þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður. Það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta-álitum. Það verði engin saman á sína skilgreiningu og einrömmun á þessu. Tómas tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina. Þetta snýst dálítið mikið það. Pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum. Og svo bara vonandi ber okkur gæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið þetta allt saman og svo komumst við einhverju niðurstöðu sem er allt annað. Þegar við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir að Ísland gengi í ESB, þá er ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem er. Ég get til í að tefja, ég til að vera málþóf, mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta. Og það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvort að vorþingi verði þannig og kannski öll önnur mál sem að ríkisstjórnin ætlar að reyna að koma í gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu mál í gegn. Já, það má náttúrulega minna það að sko, þetta er spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, seinni umræðan það hvort við ættum að sækja aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi. Stóra spurningin í þessu samt og það sem verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum marga vini Viðreisn og svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur, hvort að eigi að fresta sig jafnvel fram á haust. Þannig að ég veit að við fáum nú ekkert skýrsvör. Ég veit ekki við hvað fólk kann að tala í Viðreisn og það eitthvað bara upplýsingar að krísufundinu sem í gangi sem Árni var að lýsa og hann að skilgreina. Þetta er meira spurning. Kemur það til greina að tala við töluvert mikið fleiri Viðreisnarfólk heldur en Tómas og bara það hefur enginn nefnt þetta. Þannig að þetta verður bara haldið áfram með þetta og nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verður kert áfram ekki. Þetta er bara spurning, þetta er ekki skerðing. Ég skil ekki af hverju það ætti að skipta einhverju máli hvort að við förum í ágúst eða hvort við förum í september. Skilur ekki mál. Eitt þráður sem var í kosningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningarstríðs þráður sem að miðflokkurinn svolítið svona byrjað á. Til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkurinn fær hann er eiginlega sigurvegari kosninganna ásamt Sjálfstæðisflokknum. Það er bara þannig að ég tók saman höfuðborgarsvæðið og hann er að bæta við sig fylgi. Hann var með bara 2,7% en hann er komin upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylgiki með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað. Næststærsti flokkurinn í Garðabæ. Það er ekki mjög samfylgjalegt. Viðreisn bætir svolítið við sig en Sjálfstæðisflokkur bætir við sig 8% á meðan að miðflokkur bætir við sig 9%. Miðflokkurinn svona undir lokin á kosningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að fannst mér svolítið svona finna taktinn sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edwald er kynntur til leiks. En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem er mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningarstríð. Viðreisn lagði töluvert með því að vera andstæðingur og hafnaður um miðflokknum út af þessu menningarstríðstali að eins og Ari hann bakkar. Ég meina hann aðeins að fá mat ykkar á þessu. Það er ekki að, þetta er mjög auðvelt mat. Ég meina við sjáum það bara á internetinu. Ég meina fólk hefur frjálst skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara verið að hjakkast í Ara miðflokksfólk er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjössa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann
hóf þessa margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna. Ég meina, þetta er maður sem múin að vera með dóttur í þessu, sem sagt hinn segir dóttur bara langar hríð, en viðbrögðin voru svona, segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann. Svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbogafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áruður sem voru beint gegn þeim. Og þú veist, þá veist maður bara, hvert ertu komin? Hún búin að eyða einhverju viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil. Og og aftur, og Tómas myndist á Ari Flutti, bara hjartaði maður á persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara tengt við og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjálaða að hann var einhvern veginn að svona fjarlægja sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbogana og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir yfir því að þetta sé einhver áróður sem er beint gegn þeim. Ég fannst eiginlega verst, þeir héldu fram í Kópavogi að regnbogafáninn væri merki Viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka á okkur regnbogafáninn, bara alveg sjálfsagt. En mér fannst eiginlega verst að Kópavogsbær var við því og tók niður regnbogafánan á kjörstöðum. Og bara mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það. Myndið það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkurum kennslu. Þetta var í Hagaskóla. Já, það sem hafi verið notað í kennslu, það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu, eða sögu þessa fána. Það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins, hann er mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í Viðreisn. Það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti. Þegar eins og miðflokkurinn er hann að vera, hann er að reyna að signala inn í þennan hóp sem það sem eru, við skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki finnst bara frekar anstíkilegar skoðanir og uppsetningar á því hvernig hlutin er að vera en svona er alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að hann geti svarið af sér þegar við á og þetta er bara svo mikið jafnvægi að jafnvægislist að halda þessu þarna og maður séð það bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann er svona kannski að tala ógætilega þannig bara í góðu flæði og fer yfir einhverjar línur og þá elska þessi hlutur á miðflokknum mann en þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa newscycle það er allir brjálaðir alls staðar annars staðar yfir því og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi ex-hópurinn algjörlega brjálaður og allir í menginu hjá Frosta Logasinni og eitthvað svona skilur við, þannig að þetta er bara ég hef svona alveg þetta höfður þetta ekki til minni sem málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega anstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamlægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi og þetta er alveg flókin leikur að vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja. Já, vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vil líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem verið í Sjálfstæðisflokknum, út af hruni Framsóknarflokksins, líka út af vandræðum Flokks fólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu. Þannig að hann vil líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim en hann er reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf. Einmitt, aftur, skilgreiningarferlið ég ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir sé bara ég hef full leyfi til þess að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan Sjálfstæðisflokksins að ég heyrði vera að kasta þessu líka á Árna áðan. Varðandi miðflokkinn, ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru 2 vikur í kosninga þegar hann mælist með 6,9 eitthvað svoleiðis og svona hann var að trenda niður á við. Þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur borg, hann kynntur sem rekstrarmaður, ekki eitthvað skonar menningarstríðs ég veit ekki hvað, riddari ef við erum að búa til eitthvað nýja orð þessum fína sunnudegi. Þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á lokametrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala þá kemur fylgisaukningin
þannig að ég held að þú veist, þeir geti og þau verið svolítið ánægð með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður verið að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko. Við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko. Ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsmins. Maður sér til dæmis sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningarstríði í Mosfellsbæ og hérna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningarstríðinu. Það sem ég hef pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur. Það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks? Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú. Sem verður ekki kosningamál. Nei. Það er sáttur að Ari hafi til dæmis reyndað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að gera stoppustöðun á Mjótt örugga vegna baráttum á Kjartans Magnússonar langar hýð. Já, þetta sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, var enginn sem vildi tala innflytjendamál nema kjósendur Miðflokksins bara ekki nokkur maður. Og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt við þessar kosningar bæði hvernig Ari sver þetta af sér og það að það hafi ekki verið möguleiki fyrir Miðflokkinn, það margir í Miðflokknum sem hefðu viljað þessar kosningar snerust einhver leyti innflytjendamál. Að skólamálin væri raunverulega innflytjendamál, við kannistu þennan málflutninga. Þóru var nú útskýra fyrir ykkur áðan svona þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun held ég ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út all land þannig að það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn eins og þeir báðu búin að vera að tala er að gera svolítið það sama og samfylkingin var að reyna núna að bjóða fram í sveður og landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt kosningu og virðist líka bara svona kosningu frá kosningu og þetta er bara mjög eðlilegt í íslenskri pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar þarna fór allt í háaloft með, var ekki þegar Snorri og þau voru að sverja af sér einhverjum 4 sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara, einhverjir lúnir sjálfstæðismenn eða einhverjir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum menn að ég get aftur ekkert upplýst annir leyndamáli, ég veit 80% brottfall okkar fettum miðflokksins ef ég man rétt, ég veit hvað þessi 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju. Hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo stóðst í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er ekki þessu stegi að tala það, punkturinn minn er að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið síðan með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóru bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna en ekkert á þessari línu sem við erum að tala það er bara hægri fólk sem vil bara komast til valda. Þetta er eiginlega jafnvægi sem ég er að tala það er mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara fólk sem bara tækifæri sinnum og það er svo sem ekkert óeðlilegt og það er frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að það getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko, það takir sér far með einhverju öðru faratæki en þau kannski verið að starfa með og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningarstríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði það á eða tækifærisinnunum sem er að fara þarna yfir það er rosalega erfiður balans það er það út af því að þarna maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofalega á listum hjá þeim sem er að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri eru íhaldsfólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhverju leyti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur miðflokksins. Á móti kemur að grimmdarskreitingar fólkið, það vill mikið. Það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfuharður kunnahópur. Já, bara þessi gremjupólitík og svo vera síðan ægilegt fórnarlamb þegar þú kallaðir út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnarlömb en svo eru engin meiri fórnarlömb en akkurat þeir sem eru þarna sko. Nú fyrst kveiktur í hexinu. Bara alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondið við á. En það er ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til þess að fá sénsa
meina, bara fyrir utan Daða en alltaf bara, þú veist, ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðisfólk, sko. Ég meina, þú veist, eitthvað staðar þarf þetta fólk að koma. Ég meina, Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn, með þetta bara segir sér sjálft. Það oppa sig í sjálfstæðisflokk. Já, þetta allt sjálfur. Heyrðu, krakkar, hleyp ykkur út í sunnudaginn. Ó, takk. Það er svo gott loft, ég var að vonast að geta tekið annað klukkutíma. Og bara kannski að leggja sig, voru þau vakandi fram á? Ég tók nú þá skynsamlega ákvörðun vegna þess að ég vissi ég var að fara að koma hingað í dag. Ég fór heim eitthvað rétt yfir 2, að milli 2 og 3. Ég hlusta á fyrstu En ég horfði aðeins, ég viðurkenni það að ég horfði aðeins lengur. Ég hef aldrei horft í að stutt á kostingasvarp. Ég var eitthvað svona Ég bara hætti, hvernig var þetta búinn ringurinn niður í Ráðhúsinu? Það var svona rétt, kannski kortir í 2, þá hætti ég. Já, eftir fyrstu tölur, ekki? Kortir í 2, sekund. Það var alltaf leið. En það svo breyttist eiginlega sára lítið, svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veigamikla breytingar eiginlega. Það komu breytingar í öðrutölunum Reykjavík. Það fækkaði Sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona bara ok, eitthvað svona spennandi, ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki í 2 flokka og svo bara fór þetta aftur í En eitt í þessu kosningu sem sérstakt, það stekkur upp kosningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi. En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverju er þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn er að sópa, fylgst þetta að vera mikilvæg kosningar, kannski er það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvata, það er eitthvað vanta. Þetta er nú ofta alveg í bandaríkjum stjórnmálum, þetta er stæðstæðatrið að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Það virðist vera að hægrinu tókst það. Maður sá það alveg á tölunum, það voru mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er birt, það er hægt að sjá eftir kjörstuðum líka og maður sá það til að snemma kjörsóknin til dæmis í Grái, við þurfum ekki að fara yfir pólitíska landsliði í Grái, við vitum alveg hvernig það líka, að þar var gríðarleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Rimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis. Þannig að þú veist, maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari. Þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast töluvert. Já, er það fólk sem að mæta á kjörstað þetta vill losna við ykkur. Það er hvatinn. Og náttúrulega kannski líka þá, ef ég skilir rétt á svona, þá jafnaði menn kannski frekar utan náttúrulega 2 vikur, sérstaklega 2 vikur og svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum, öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan, þannig að þú er kannski búin að sitja heima, bara þú veist mjög dyggur samfélgamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það er ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem er bara gjörsamlega verið að segja hvað þú ert ómögulegur. Ég meina, þú veist, þú verður auðvitað lítið líðir, ég meina við sáum alveg bara fylgið okkar í síðustu alþingiskosningum, menn þú veist, svona bara held ég þetta virki, sko, á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar, eins og þú segir Smári, fór kannski á kjörstað og kaus til hægri. En kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart, en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar, dögum fyrir kosningar, að þá var svo stór hópur sem maður var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væri kosningar eða hvað væri verið að kjósa. Ég var ánægður með það. Fólki sem var að horfa á Eurovision. Já, var bara ekki fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörklefanum sjálfum. En var það þannig að sko það var bara sjónamunur á því að Ísrael hefði ekki unni í Eurovision? Ég veit ekki, ég er ekki búin að Eurovision, ég veit ekkert hvernig Eurovision var. Ég sá í fréttunum á miðvikudaginn að það væri Eurovision. Mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða hvernig þetta var í aðdragandakosningunum 2022 og þar var í síðustu könnunum var Samfylkingin stærst og Sjálfstæðisflokkurinn minni, 24-25% Bætti við þessi 5% og datt niður 5% stig, hérna Samfylkingin á kjördag á meðan Sjálfstæðisflokkurinn fór upp. Núna og í þingkosningunum síðast þá meira og minna náði Samfylkingin því sem hún var að mælast með síðastdaginn. Þannig að svona getan til þess ef maður leyfir sér að sletta bara to get out the vote, hún er augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka
að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi, að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa, og framsókn auðvitað er svona, að verða vélavanna hægt og rólega, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann er með allar þessar stofnanir út allt land, sko. Þannig að það er eitthvað sem er að taka mjög ánægilegt út í því að svona vonandi er sá tími liðinn að það sé bara óskrifuð regla að með við niðurstöðu síðustu kannar þá fá Sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira, fær við þetta venjulega aðeins meira og Samfylkingin alltaf 3, 4, 5% stigum minna. Já, ég verð að taka undir með, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara hrós og gúta svo okkur fólk í Reykjavík að við náum meira fylgi heldur í síðasta Gallup-könnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottið niður og það gerðist ekki núna sem það er bara Herru, hér ljúgu þessu. Takk fyrir. Tómas Þór Snær og Svanborg Sigmarsdóttir, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og við tósarnir sitjum eftir. Kom aftur eftir augnablik.